Hvers vegna ætlar þú að segja nei við nýju æsilögunum í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég hef alltaf verið frekar ráðþrota yfir því hvers vegna fólk eigi að segja já við Icesave. Við aldrei geta fundið þá ástæðu. Vísa hafa menn haft uppi kenningar um eitt og annað en þær standast ekki. Það hefur aldrei verið sýnt fram á neitt staðfast lagt til grundvallar því hvers vegna við eigum að segja já. Mér hefur virst frá upphafi, alveg frá hruni bankana, að ríkisstjórnir, allar þær ríkisstjórnir sem hafa setið, hafa í rauninni verið ráðvilltar. Varðandi það hvernig er ég að taka á þessari Icesave-deilu og þær virðast alltaf hafa lyppast niður fyrir stórveldunum. Það liggur fyrir í dag að til dæmis að ástandið í þjóðfélaginu það stenst ekki það sem stendur í Brussel viðmiðunum og þetta er stórhættulegt að skrifa undir þetta því að þetta er óútfylltur tékki og við vitum ekkert hversu langt það myndi geta gengið. Ef við segjum nei, þá verður engin ákvörðun í þess að veru fengin öðruvísi en hún sé þvinguð upp á okkur. Og ef ég þarf að útskýra fyrir börnunum mínum hvernig Icesave vandamáli var til, þá vil ég ekki þurfa að segja þeim að ég hafi tekið þátt í þeirri ákvörðun eða tekið þátt í því að þvinga þessu upp á þau. Ég vil firra mig þeirri ábyrgð og þess vegna segi ég nei við Icesave.